Komið þið sæl og velkomin í þáttinn Landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Óli Halldórsson sem formaður byggðaráðs Norðurþings. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Já, Norðurþing, þetta víðfemt sveitafélag, getum við sagt. Já, þetta eitt af þessum stóru víðfemum sveitafélögum sem næri yfir ansi mikið og stórt landsvæði eftir sameiningu nokkurra hreppa. Já. Tölum aðeins svona sameininguna á eftir, en svona það sem að kannski íbúum sveitafélagsins minnstakosti efst í huga núna eða ofarlega, það sem sagt bakki stóriðja á Bakka sem að verður ræst bara á næstu dögum eða vikum. Já, og að sjálfsögðu búið að vera mikið inn á borði sveitarstjórnar á mörgum stigum og það mál auðvitað búið að vera tíma og orkufrekt síðustu ár og nú styttist í það að þetta verkefni fari á stað. Þannig að það eru svona ákveðin skil framundan í því, það alveg rétt. Hvers konar verksmiðja þetta nákvæmlega? Kísilmálmverksmiðja. Ég ætla nú svo sem ekki að úttala mig hér um efnafræðina á bak við það. Það eru margir betri í því heldur en ég, en þetta í rauninni verkefni sem að endar sem, hvað ég var að segja, málamiðlun af svona upp úr ólíkum skoðunum sem að verða. Það sem að, eins og margir þekka, engin löngu á því að það var hér árabil verið að stefna því að opna eða byggja álver, talsvert stórt álver á Bakka og sú vinna í svona einföldu máli færist úr því að vera það stóra verkefni, 500-600 megawatta álversmiðja og breytist yfir í þetta verkefni sem kísilmálmverksmiðja með þýskum fjárfestum og dálítið á öðrum skala og öðru tagi, en við sem höfum nú verið höfum tekið við þessum pakka hér í sveitarstjórn núna undanfarin ár, höfum nú horft á það þannig flest að þetta henti þessu samfélagi og þessu svæði verulega mikið betur heldur en fyrri áform. Það hefur verið gríðarleg uppbygging í tengslum við þessa verksmiðju til dæmis á Þeistareykjum. Já, það hefur verið það. Það náttúrulega verið að byggja Þeistareykjavirkjun. Landsvirkjun hefur gert það og á sama tíma verksmiðjuna á Bakka og það þýska fyrirtæki PCC hefur verið að byggja hana og við höfum verið að fara í gegnum núna síðastliðið svona 1-2 ár, 1,5 ár, svona þennan framkvæmda kúf sem auðvitað talsvert mikil umsvif allstaðar og á Húsavík og auðvitað víðar. Við höfum séð það á Akureyri og víða annars staðar sem fyrirtæki hafa verið að vinna af ýmsum toga, fyrirtæki, smá og stór verktakar og það búið að vera mikið í gangi og mikil umsvif, það alveg rétt. En þegar svona innspýting kemur inn í sveitafélagið, jafnvel þótt að sveitafélagið hafi kannski vitað af þessu með góðum fyrirvara, hvernig voru innviðirnir svo kölluðu, hvernig var sveitafélagið bara tilbúið til að taka móti þessu öllu saman, skipulagsmál og fleiri þættir? Já, ég held ég geti nú sagt að svona í grófum dráttum hafi Norðurþing stjórnsýslan eða svona sveitafélagi sem slíkt verið ágætlega í stakk búin í þetta verkefni. Það var bæði búið að skipuleggja í grófum atriðum, aðalskipula og annað þess háttar, var búið að gera ráð fyrir stóru þáttunum í þessu og samningagerð sem mjög flókin og tímafrek búin að vera með lögfræðingum héðan og þaðan. Búin að fara fram fyrir þennan tíma og á meðan á hann stendur og já, ég held að ég geti sagt að það hafi gengið sjálfur sér vel, en þetta mun meiri vinna heldur en margir átt að sjá og rekstur Norðurþings á þessu kjörtímabili held ég að sé allt annað en dæmigerður fyrir sveitafélag á þessum toga. Þetta búið að vera margir hnútar að hnýta, skipulagsmál, framkvæmdamál, byggja hafnaraðstöðu, vegir og alls konar fleira í þeim dúr gatnagerð. Þannig að þetta búið að vera tíma og orkufrekt en hefur gengið í grófum atriðum vel og við ágætlega verið í stakki búin í þetta Ég bara hafnargerðin og allt það sem hefur verið unnið niður á höfnið, þetta bara nánast ný höfn eða ekki? Jú, þetta er stórskipahöfn sem verið að klára núna sem var reyndar byrjað á fyrir þónokkuð mörgum árum með sjóvörnum og þess háttar. En þetta búið að vera miklar framkvæmdir og ríkisvaldið auðvitað kemur á því að hluta og svo sveitafélagið með stóran póst og allt sem heitir skipulagsmál og fleira í þeim dúr. Og svo reksturinn nú stöndum fram fyrir því líka, það þarf að breyta og framkvæma í rauninni hafnarrekstur með allt öðrum hætti en hefur verið. Það meiri mannskapur og öðruvísi búnaður og öðruvísi vinna við þetta.
Þannig að þessa hnúta verið að hnýta núna og allt þetta auðvitað svo samtengt því að það verið að reka ferðaþjónustu á sama tíma sem hefur verið í vexti allan tíman. Þannig að þetta hafi verið flókin mál að hnýta saman og okkar stjórnsýsla hefur vissulega verið vel þanin í því að klára þessi mál öll, en gengi vel held ég bara. Maður sér það þegar maður kemur til Húsavíkur að það verið að byggja og það hefur nú ekki gerst í ansi langan tíma þar sem verið að byggja svona mikið að minnsta kosti. Já, það hefur verið dálítið byggt núna undanfarið og það kannski fyrst og fremst atvinnulífið. Það eru þetta stóra verkefni á Bakka og svo aftur Þeistareykir þó að þessi í Þingeyjarsveit í nágranna sveitarfélaginu. Svo bara heilmikið annað búið að vera í gangi. Það er að segja ferðaþjónustan búið að fjárfesta mjög mikið og það hefur kannski má segja að það hafi stundum svolítið fallið í skuggan í þessari umræðu Bakka en á sama tíma og á þessu kjörtímabili hefur ferðaþjónustan fjárfest gríðarlega mikið og sérstaklega Húsavík. Það sem við höfum séð bæði hótel, hvalaskoðunarfyrirtækin hafa verið að fjárfesta töluvert mikið, bæði í bátum, fasteignum og fleiri þeimdur og atvinnuhúsnæði verið keypt, húsnæði undir bæði starfsmenn og í gistingu og þess að þar. Þannig að það hefur verið talsvert mikil fjárfesting en og við getum sagt svona að undanfarin ár höfum við kannski verið svona óþolinmóð að bíða eftir fjárfestingu í bara íbúðir. Það er kannski það sem við höfum beðið mest eftir, svona að einkamarkaðurinn taki við sér í fjárfestingum og íbúðum. En nú það aðeins að gerast og komin dálítið hreyfing á það. Og þannig að það verið að byggja íbúðarhúsnæði líka núna. Þannig að það svona margir boltar á lofti. Það þannig. En öll þessi umsvif þýða það væntanlega að útsvarstekjur sveitarfélagsins, þær hljóta bara rjúka upp? Já, þær hafa hækkað talsvert og hækkuðu talsvert núna milli ára eins og uppgjör sýndi síðastliðið ár og mun sýna á þessu ári líka og við gerum fyrir því að það verði eitthvað áfram. Hins vegar hefur verið svolítið höfuðverkur fyrir okkur í fjárhagsáætlunargerð að reyna að spá fyrir útvarstekjurnar því að við erum náttúrulega með svolítinn hluta af útvarstekjunum okkar í svona flakkandi vinnuafli sem kemur til á framkvæmdatíma og að einhverju leyti verður þetta þannig að það kemur tímabundi vinnuafl og greiðir útsvar í einhverja mánuði eða skemmri tíma og fer svo út en á móti kemur svo aftur varanlegar útsvarstekjur af starfsfólki sem kemur til með að vinna á Bakka og eins í ferðaþjónustunni víða sem það hefur fjárfesting hefur verið þar. Þannig að það svona svolítið erfitt að festa fingur á það, setja fingurinn á það hver raunveruleg spá okkar ætti að vera útsvarstekjur næsta ár. Það eru nýbúa fjölda sem endurspeglar útsvarstekjurnar en alveg ljóst að þær að aukast. Þær að aukast og sem hjálpar okkur talsvert mikið. En hvað með íbúafjöldan? Íbúafjöldin að hækka hjá okkur. Það hefur fjölgað í sveitarfélaginu og það hefur fjölgað mest á Húsavík. En að sama skapi eins og ég sagði áðan þá svona svolítið erfitt að festa hönd á það hver íbúatala á Húsavík, hvernig hún sest svona að loknum þessum framkvæmdakúfi. Því það hefur, sem mjög gott, að það hefur gengið mjög vel í sjálfu sér að skrá svona flakkandi vinnuafl á þessum uppbyggingatíma og þar hefur verið samstarf við stéttarfélögin á svæðinu þar sem eru allra hagur, bæði starfsmannanna sjálfra, þessum stéttarfélögin og þá aðalega Framsýn sem hefur verið þar fremst í flokki, lagt sig í líma við það að elta upp í hagsmuni verkafólksins sem að vinna og það þýðir þá skráningu í stéttarfélög og þar með skráningu gjarnan inn í sveitarfélagið og útsvarstekjur fyrir Norðurþing. Þannig að þetta hefur allt svona fallið saman og gengið sjálfur sér vel að skrá þetta. En svarið hver íbúafjöldi eða hver verður hann, það svolítið erfitt að negla það niður á þessu tímapunkti. En maður getur þó sagt alveg klárlega að það að fjölga hjá okkur og við sjáum alveg merki þessi á ýmsum stöðum öðrum en bara í púra íbúatölu frá Hagstofu Íslands. En PCC, Kísilmálm Vestmiðjan, hversu stór vinnustaður verður þetta? Svona á stærðargráðunni 100-120 manns. Gerir maður ráð fyrir svona beinstörf en svo auðvitað heilmikil óbein áhrif, atvinnuáhrif sem svona vinnustaður hefur. Já, það ekki einmitt þannig að þessi afleitu störf, þau verða ansi mörg? Já, þau verða mörg og verðmætt og auðvitað svo sem, já, þannig að það alveg ljóst að það verða umtalsverð áhrif af þessu. En á sama tíma líka, aðrir atvinnuvegir sem hafa verið að efla sig líka og við höfum verið með eins og ég sagði áðan, ferðaþjónustan hefur verið að fjárfesta mikið og hún að verða meiri, komin svona kannski meira inn á það að verða heilsárs atvinnugrein við hliðina. Þannig að þessi svona samhliða, þessir tveir póstar hafa verið að breyta talsvert mikið
ársreikningi Norðurþings má segja. Kísilmálmverksmiðjan hún fer í gang núna á svona, já, eins og við sögðum hérna á næstunni. Við þekkjum umræðin og hvað gerðist í Helguvík. Hvað býðið þið alveg með öndina í hálsinum? Verður þarna mengun og hérna eða hvað? Ég von ekki. Við horfum auðvitað bara svoleiðis á þetta og það hefur verið haft samstarf talsvert mikið samráð við PCC varðandi þessa þætti og leið og fyrstu vandamál fóru að koma upp í fréttir af þeim á Suðurnesjunum sem var auðvitað afleitt. Þá var það eiginlega samtal, það var bæði það að við í Sveitarfélagi Norðurþings kölluðum á forsvarsmenn PCC og til samráðs og upplýsinga og gagnkvæmt. Fyrirtækið tegði sig líka til Sveitarfélagsins og vildi taka samtal þessi mál og við höfum ekkert orðið vör við annað hjá Sveitarfélaginu en að það sé verið að vinna miklu metnaði að því að þetta verði snurðulaust start. Ég ætla ekki að lofa því að svo verði, en við fylgjumst öll með því mjög vel og ég held að það sem kannski vegur hvað þyngst í því að við finnum auðvitað glögglega pressuna á eigendur þessa fyrirtækis og þeir finna það og maður finnur það alveg að það er mikil pressa á þá að standa sig vel hvað þetta varðar, uppfylla öll skilyrði og gera ekki stóra feila. Þannig að ég held að það fari mjög saman hagsmunir, bæði líka bara fjárhagslegir, það er mjög mikil fjárfesting undir og alveg ljóst að þannig það, en það er svona, ég held að megi segja alveg að bæði hjá Norðurþingi að því leyti sem sveitarfélagi hefur eitthvað eftirlitshlutverk og hjá ríkisvaldinu, það sem maður hefur séð í gegnum Umhverfisstofnun og heilbrigðisyfirvalda, það er kannski mjög lítill tóleransn orðinn fyrir einhverjum stórum mistökum, mengunarslysum og þess háttar. Þannig að það er allir meðvitaðir þessa stöðu held ég og við vonum bara að menn minni að metnaði í því ljósi sko. Þessi verksmiðja, hún kemur til með að nota umtalsvert magn af kolum. Já, það er alveg ljóst. Hvað finnst þú það? Ég segi bara alltaf sko, þessi staða að vera með þessa starfsemi á iðnaðarsvæðinu á Bakka, hún á sér þessa forsendu að það er farið á stað með mjög stór áform að virkja, eins og ég sagði áðan, 500-600 megawatt sem hefði þýtt öll orka af öllu Norðurlandi ef við hefðum alltaf notað. Það er með talið vatnsaflsvirkjanir eins og sennilega Skjálfandafljótsvirkjun og fleira í þeim dúr. Og upp úr þessari umræðu allri það sem að menn fara svona í gegnum bæði viðskiptalegar og kannski pólitískar ástæður fyrir því að þetta verkefni færist yfir í þetta form, þetta verður svona málamiðlun. Við skulum segja að þetta sé svona pólitískt, hafi þetta orðið málamiðlun þar sem að enginn var nógu óánægður til þess að setja stein í götu þessa verkefnis. En kannski ekkert endilega draumastaða allra að fara á stað þarna. En ég horfi bara svona á þetta. Þetta er verkefni sem átti sér þessa forsögu og hún er skrifuð löngu áður en að ég settist í sveitarstjórn allavega. Og við tókum við þessu verkefni og höfum klárað það, lagt okkur í líma við það að klára þennan áfanga, koma upp þessum póstum og þetta átti sér auðvitað mjög skýrar byggðarlegar forsendur sem að voru þær að það var hér byggð í talsveit mikilli krísu sem að átti sér þessa forsögu að bæði ríkisvaldi og sveitarfélög, forverar mínir hjá Norðurþingi sem lögðu mikla áherslu á að koma þessum stóriðnaði á. Þannig að maður svona reynir að setja sig í þau spor og þetta þó við höfum ekki öll deilt hér í skoðun að það væri heppilegt að koma upp stóru álveri hér. Þannig ég horfi á þetta svona í þessu víða ljósi. Þetta var niðurstaða upp úr dálítið flókinni málamiðlun, upp úr miklum deilum sem að við ætlum bara að vera ánægð með og ætlum að klára en það er svo sem engin launung á því að það er yfirlýst stefna í stjórnarsáttmála okkar í meirihluta Norðurþings núna að við erum að stefna því að iðnaðarsvæðið á Bakka verði svæði og vettvangur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Þannig að við erum ekki að stefna á áframhaldandi uppbyggingu á orkufrekri stóriðju á Bakka. Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkur er í meirihluta í Norðurþingi. Þetta eru sömu flokkar og mynda ríkisstjórn. Hjálpar það? Já, ég held að þó að það hefur kannski ekkert verið neitt áformað og sannarlega ekki ljóst hvorki fyrir kosningar en ég strax á eftir. En svona bara samskipti við ríkið? Já, ég held að upp úr þessu samstarfi okkar sem að kemur nú líka bara til vegna, það er náttúrulega bara eins og í sveitarstjórnum oft persónur og leikendur sem skipta máli, ekki bara flokkar,
að þá samt sem áður fylgdu þessu samstarfi ákveðnar málamiðlanir sem hefur bara gengið mjög vel og meðal annars þetta. Við tókum mjög djúpa umræðu þetta strax í upphafi, hvernig við ætluðum að nálgast iðnaðarsvæðið á Bakka og þar höldum við áfram með þessar málamiðlanir og ég held að já, þetta hefur gengið ágætlega hjá okkur. Það hafa ekki komið upp stórir málefnalegir póstar sem hafa skilið greint á milli okkar og að sama skapi held ég þetta geti alveg kallast á landsvísu núna þegar þessi ríkisstjórn orðin sem var kannski óvænt en hún orðin og við erum kannski á einhverju leyti að vinna á sama grunni. Við erum með ólík stjórnmálaöfl sem hafa svolítið ólíkar skoðanir í grunninn en eru að reyna að miðla málum á mætast á meiri leið. Við töluðum áðan að Norðurþing væri víðfeðmt sveitarfélag. Hvað eru liðin, hversu mörg ár eru síðan? Það varð sameining, þetta hvað, 10 ár, eitthvað svoleiðis? Já, þetta í grófu dráttum það. Ég ekki með í kollinum áriðin alveg akkurat núna, en já, þetta í grófu dráttum það. Þetta eru nokkur sveitarfélög sem að sameinuðust upp úr undirbúningi sem að var búinn að svona miða því að sameina mögulega öll sveitarfélög í Þingeyjarsýslum. Það var svona, þetta nú fyrir þann tíma sem ég fór að sinna sveitarstjórnarmálum en eftir því sem að ég hef kynnt meira þá var þetta þannig, meðal annars var sú hugmynd uppi hvort þetta að sameina stórt eins og víðar á landinu var í umræðu fyrir svona áratug og Norðurþing verður til sem sveitarfélag upp úr slíkum kosningum, þar sem verður að kjósa í mörgum hreppum og þar sameinast þá Raufarhöfn og Öxarfjörður, Kelduhverfi og Húsavík sem var þá áður búið að sameinast Reykjahverfi. Þannig að það eru svona Húsavík sem kjarni og dreifðar byggðir sitt hvorum megin við og aðalega þá til norðurs og austurs sem sameinast. Einhvern tímann heyrði ég það að svona þumalputta reglan í svona sameiningum væri svo að það tæki að minnstakosti 10 ár að fínpússa sameininguna. Hvernig finnst þér að hafa tiltekist? Mér finnst, ég hef þá skoðun almennt að ég held að þegar að farið var á stað í þessar stóru sameiningar og þá ég ekkert að tala Norðurþing sérstaklega, bara almennt á landinu, þar sem að stemmingin var þessi að sameina stórt, þá ég ekki að meina stórt í íbúatölum, við erum ekkert stóri í íbúatölu en svona landflæmi stór sameinuð, þá held ég að með góðar væntingar og margt hafi gengið upp hvað það varðar að það einfaldast stjórnsýsla, hún verður einhver leyti skilvirkari í stöku tilvikum eitthvað hagkvæmari í rekstri, ég held að það sé þó kannski ekkert oft en aðalega kannski skilvirkari og burðugri. Þetta tókst vel held ég og það hefur alveg gert það hjá Norðurþingi. Ég viss það að fagleg geta í fræðslumálum, í skipulagsmálum, framkvæmdum og öðru þess áttar, hún meiri hjá svona einingu heldur en mörgum 100, 200, 300 manna hreppum. En á móti hins vegar kemur að mér finnst kannski ekki hafa verið hugsað alveg til enda hvaða afleiðingar það hefði að láta umræðu vettvang hvers nærsamfélags falla niður og það svolítið það sem gerðist auðvitað á einni nóttu og við upplifum það hjá okkur að þegar maður horfði á þetta Norðurþing verða til þá fara menn allt í einu frá því að, við tökum sem dæmi bara á Raufarhöfn, þar sveitarstjórn og hún fundar fast að minnsta kosti einu sinni í mánuði og fleiri fundir einstök mál og þess þar, þannig að það verður svo mikil umræða og dýnamík inn í hverju nærsamfélagi litlu málin og stóru. Þetta færist alltaf allt í einu dettur þetta niður á einni nótt þegar búið að sameinast og fer svo inn í einhverja stærri einingar. Og ég hef svolítið upplifað það að inn í nærsamfélagunum, inn í hreppunum gömlu, þar hafi kannski vantað eitthvað úrræði til þess að ná þessari umræðu og bara lítil og stór hagsmunamál umræða sem þarf að eiga sér stað. Og einhverju leyti viðleitni á móti þessu hverfisráð eða íbúaráð sem að sveitarfélög hafa verið að setja upp víða um land og við gerðum það, erum að þessu nýlega búin að því í Norðurþingi. En það eru svona standa væntingar til þess að þau ráð geti þá verið vettvangur fyrir hagsmunamál hvers lítils samfélags. En þetta eru á margan hátt svolítið svona, vandamálin eru talsverð í dreifðari byggðum, Raufarhöfn flokkast undir brothættar byggðir til dæmis. Já, og Öxarfjarðarsvæði líka, það komið annað verkefni, brothættar byggðaverkefni þar líka. Já, það eru og þessi stjórnsýsla sveitarfélagana eða sameiningar sveitarfélagana hefur auðvitað haft áhrif á það líka. Þetta breytist auðvitað dálítið mikið, það svolítið öðruvísi strúktúr að vera með svona verkefni á afmörkuðu svæði sem nær ekki yfir allt sveitarfélagið, heldur eingöngu afmarkasvæði, heldur en að vera með eitt stakt sveitarfélags þar sem allt brothættu byggðaverkefni nær yfir.
sem ég hef trú á að sé á sumum öðrum stöðum á landinu, Breiðdalsvík og öðrum svæðum. En hvað segja íbúarnir út í hverfunum? Er Húsavík að gleypa allt? Já, ég held að það sé nú ætlum ég ekki að reyna að halda því fram að við stöndum okkur vel, ég held að gera það ekki. Það er margt sem að er örugglega upp á okkur að klaga hjá Norðurþingi eins og öðrum þessum sameinuðu sveitarfélögum. En ég held samt að eðli þessara sameininga hafi svolítið verið þannig, að það hafi verið óhjákvæmileg afleiðing af því þegar þessi gjörningur fer fram, án þess að neinn umræðu vettvangur hafi verið skilinn eftir, að það verður svolítið tóm og hætta á því að það skapist óánægja, sem ég held að sé alveg. Það er víða, en þetta svolítið orðið þannig að frá því að vera með lítið samfélag sem að tekur sínar eigin ákvarðanir og skipuleggur og framkvæmir og axlar þá ábyrgð á því sem það gerir, þá ertu komin með 100-200 kílómetra á milli þar sem einhver miðlæg skrifstofa tekur ákvarðanir og ber ábyrgð á þeim. Og hættan er svolítið svo að eðli málsins samkvæmt verða langflestir kjörnir fulltrúar frá þeim stærstu þéttbýlisvæðunum og ég held að hættan verði svolítið á að það geti byggst upp óánægja. Stundum er tilefni til þess, en stundum ekki held ég. Og ég hef alveg fundið þetta svona svolítið þvert á framboð. Það snýst ekki bara óánægju með persónu þetta. Þannig ég hef svolítið áhugamaður það að við þróum einhvern veginn á sveitarstjórnarstiginu ráð til þess að gæta hagsmuna þessara svæða betur. Því ég held að núverandi fyrirkomulag vera með mjög stórar einingar, landstór svæði. Ég held við náum ekki alveg nógu vel að gæta hagsmuna minnstu svæðina. Og þess vegna hef ég áhuga því að reyna að þróa þessi til dæmis hverfisráð og efla þau frekar en hitt. Hefurðu trúað á því að hjólin fari að snúast aftur svolítið hraðar á þessum stöðum? Já, ég hef fulla trú á því á okkar inn í okkar sveitarfélagi. Við horfum á það, þar erum við með þessar brothættu byggðir sem hafa verið 2 eða 2 verkefni að var að ljúka nýlokið á Raufarhöfn og nýkomið á stað í Öxarfirði. Ég hef trú á því að það sé mikil sóknarfæri á þessum stöðum báðum og slíkum stöðum, en ég ætla ekki að reyna að halda því fram að við getum búist við því að allar byggðir allstaðar allt land muni lifa af í óbreyttri mynd. En hvað varðar okkar svæði, já, ég hef fulla trú á því. Það eru alls konar aðstæður til að mynda þær að norðausturhorninu hjá okkur og við getum að reyna tekið alveg svæðið frá Kelduhverfi og austur fyrir Vopnafjörð þess vegna og jafnvel austar. Þetta svona svo til ónumið í ferðaþjónustu til dæmis. Það er mjög athyglisvert að sjá að við séum farin að nálgast 2 milljónir ferðamanna á Íslandi og þetta er okkar svona berandi útflutningstekju iðnaðurinn okkar á Íslandi, það er ferðaþjónusta, en þetta er svona nærri því ónumið svæði norðausturhornið. Þannig að ég held að sé mjög mikil fjárfesting eftir á þessu svæði þar. Mikil orka í Kelduhverfinu til dæmis? Mikil orka, nóg af vatni og það eru alls konar möguleikar sem ég hef fulla trú á. Það svona styttist í sveitarstjórnarkosningar. Ertu búin að taka ákvörðun hvað þú ætlar að gera fyrir hönd Vinstri grænna? Ætlar að fara fram aftur? Ég hef ekkert gefið neitt formlega út það, en nú er tækifærið. Ég gerir frekar ráð fyrir því, já. Ég gerir ráð fyrir því að veri ég sem gera áfram, sinna þessu krafti áfram. Mér hefur fundist þetta gaman og ég held að það gengi ágætlega hjá okkur. Að vera formaður byggðaráðs, er þetta valdastaða? Það er sjálfsagt eftir hvaða mælikvarða maður leggur á það. Þetta er áhrifastaða innan þessa samfélags. Já, það er alveg hægt að hafa áhrif innan þess. Vilji maður vinna og leggja á sig eitthvað. Þannig að já, en það er eftir á hvaða skala menn taka það. Það er auðvitað misjafnt á hversu mikið sveitarstjórnarmenn hafa tíma eða getu til þess að sinna landsmálum eða sinna samskiptum við þingmenn og áhrifamenn á þeim vettvangi. En auðvitað er þetta er allt partur af einu svona samhengi þegar menn að vinna í pólitík og sérstaklega inn í flokkum og þá menn partur af einhverju heild sem að fungerar bæði á Alþingi og út í sveitarstjórnunum. Þannig að þetta getur alveg verið það en menn beita sér í því. En svona almenna skilgreiningin samt sem áður að þetta er samfélagsverkefni? Já, ég held ég geti sagt það með góðri samvisku það að vera í sveitarstjórnum, sérstaklega í þessum sveitarfélögum öðrum en höfuðborgarsvæðinu og þessum allra stærstu sveitarfélögum, þá þetta stór póstur í þessu ákveðin bara svona þekkskylda, það er að segja bara svona menn fara inn í þetta svolítið á þeim forsendum að menn hafi hugsjón fyrir sínu samfélagi og vilji
leggja sitt á mörkum því að svona almennt séð hefur það ekki verið kannski praktískar ástæður sem að toga menn inn í þetta, þar að segja vinnutími eða laun eða eitthvað þess háttar. Þetta miklu frekar það að menn að leggja svolítið á sig, bæta á sig gjarnan og leggja sig fram í því. Þannig að já, ég held að þetta sé meira samfélagsverkefni heldur en hitt hingað til. En þegar þú ferð út í búð til að kaupa skýrið og mjólkina, ertu skammaður og færðu klapp í búðinni? Það kemur alveg fyrir, já, það eru held ég lítil mörk á því svona hvar fólk nálgast sveitarstjórnarfólk. Ég get hins vegar alltaf ekki að halda því fram að það sé einhver mikil óþægindi af því eða þess að en já, það er mjög algengt að það einhver málefni sveitarfélagsins rædd við sveitarstjórnarmenn alla held ég, hvað sem þeir koma sko. Og þetta er alveg sama og ég veit að þingmenn vita að það eru mjög gjarnan að það eru tekin einhver mál upp, hvort sem að það í fermingaveislu eða í versluninni eða út á götu eða hvað það er. Og í mörgum tilvikum það þetta mál sem að sveitarstjórnarmaðurinn ekkert inn í og kemur kannski mjög lítið inn á borðin. En þetta bara partur af þessu og menn verður þetta bara að horfa á það sem sitt hlutverk líka að taka þá umræðu og bera málin áfram. Óli Halldórsson, formaður byggðarráðs Norðurþings, þakka þér fyrir komuna. Takk sömuleiðis.